Góðan daginn, bara eins og hverju einasta vídeobloggi sem ég posta inn byrst ég afsökunar á því hvað ég búinn að vídeoblogga lítið eða ekki neitt, ég tók mér smá pásu út af því að augun á mér fokkuðust upp og já, ég einhvern veginn bara verða að viðurkenna, ég bara datt í eitthvað netta þunglindi, mér langaði ekki að fólk myndi sjá þetta sem sagt og mér leið bara ekkert rosalega vel. Núna kun vera góður dagur, það er virkilega góður dagur í dag og ég er eiginlega svo sem búinn í vinnunni og er núna að fara að ná í strákinn minn og hann er sem sagt búinn að vera hjá ömmu sinni í dag. Anita er búinn að vera að stúsast og bara ótrúlega dugleg og búinn að gera held ég alveg fjandi mikið í dag og þetta bara að slappa af líka og hún er þetta ólétt. Það er bara gott og gilt. Veit ekki neitt hvað við erum að fara að gera í kvöld. Hvort að við verðum bara heima eða hvort að við kíkjum í, þú veist, rúmfattalagarinn eða IKEA eða eitthvað, ég veit það ekki. Persónulega væri ég til í að fara í Rúmfó og IKEA og skoða jólaskraut. Þó að það sé nóvember, það kun vera 22. eða 3. og þá er samt rosalega stutt í jólin. Það er svona semi-mánuður í jólin og það sem ég elska við jólin er aðalega, þú veist, maturinn. Þú veist, maturinn er awesome og þú veist, það er matur út allt, það er matabóð út allt og þú veist, það er matur, krakkar, það er matur út allt og ég elska mat og ég elska að borða og mér líður vel að borða með augun mín. Sem sagt, þegar ég fór fyrst niður á Landspítala og var að láta skoða augun, þá var ég bara með venjulega sjón. Svo þegar ég fór aftur í svona, eftir ykkur 11 daga, sem sagt ég fór í 11 daga einangrun, þá fór ég aftur til þeirra í svona skoðun og þá fór ég aftur í sjónpróf og þá lagaðist sjónum minn 10%. Sem sagt, ég var með 100% sjón þó að augun á mig voru ógeðsleg, ég var með 100% sjón, svo þegar ég fór seinna voru með 110% sjón. Og ég sá allt ógeðslega vel. Ég er að finna það núna, ég tók eftir því í dag að þetta er að kikka tilbaka. Ég sé ekki eins vel og ég sá fyrir 4 dögum síðan. Og þú veist, ég er að finna fyrir því núna. Ekki það að ég sjái illa, ég bara, þegar ég er búinn að venjast 110% sjón og sérð alla stafi og allt bara ógeðslega crispy. Svo allt í einu er að tekja af þér, þá einhvern veginn finnum fyrir því. Þetta er svona, þú keyrir ekki á, ég veit það ekki, lúxusbíl og ferð svo yfir á lötu. Þú veist, þetta er svona, já, þið skiljið hvað ég meina. Allavega, já, ég auðvitað fekk drullu í augun og svo fekk strákurinn minn drullu í augun, reyndar ekki sam og ég, hann fekk bara svona venjulegt, þú veist, í augun, bara svona slím og gröft og bara svona augnsýkingu, bara venjulega augnsýkingu. Svo fekk kona mín venjulega augnsýkingu líka. Þannig að, þú veist, læknakostnaður hjá okkur er búinn að halda þjóðfélaginu uppi núna þennan mánuðinn og við erum svona að finna fyrir því þennan mánuð, þú veist, svona að klára mánuðinn. En það er bara, maður verður bara að njóta lífsins og brosa og hafa kósí. En já, núna er ég að fara að peka strákinu upp, hann er sem sagt hjá ömmu sinni, ég var að segja það rétt á hann og já, mér líður fyrir ykkur sem hafið einhverja áhyggjur, mér líður miklu betur í augunum. Ég er eiginlega farin að hætta mun eftir því að þetta hafi komið fyrir. Vinstra augað er miklu skárra en hægra, en hægra augað er að sem sagt, lagast líka. Ég finn séð alveg og ég finn líka bólgunar sem sagt, í augunum minnka. Þá erum við komin til ömmu. Hæ. Hæ. Ég er svo kall minn. Hæ. Hvað segirðu? Það var alveg strákur rosa góður, hann fær að horfa að larfa. Og
með að við keyrum heim og svo bara að fara að koma sér heim og knúsa konuna og ég ætla að henda mér í sturtu og svona. Þannig að við bara sjáumst heima. Herru, þá erum við komin heim og ég þarf vel að byrja að finna hleðslutæki fyrir myndavélina og hún er að vera batterislaus en við erum allavega komin heim. Þessi fauk á hausi rétt á hann og Anita, hún er búin að skúra og taka til og það sést. Já, en ég ætla að byrja að leita hleðslutæki fyrir myndavélina. Herru, þá erum við komin í Kópavoginn og erum að fara í rúmfattalærum og erum að fara að skoða jóladót, eitthvað svona dót sem okkur langar í. Wow. Herru, við erum komin inn í IKEA. Nei, við erum í rúmfattalærum, við förum í IKEA eftir. Ef þig langar að gefa Anitu jólagjöf, þá langar henni opbóðslega í þetta borð. Það heitir, þetta kostar ekki nema... Nei, þetta verður á borðinu. Þetta verður á borðinu? Já. Hvað? Þetta er 25.000 skall. Þannig að ef þið viljið gefa okkur jólagjöf. Afslutin núna 20.000 skall. Já. Þannig að... Já. Svo var ég að benda Anitu kosturum við þetta borð. Það eru svona innbyggða rispur í öllu borðinu. Þetta er í borðinu. Þannig að þegar þessi hérna byrjar að skemma sést ekki á borðinu að það sé búið að skemma það út af því að halda allir að þetta sé innbúið svona prentað í. Þannig að það er kostur. Þannig að þið með gefa okkur þetta í jólagjöf. Þegar ég verð að viðurkenna að varum að geta eitthvað rosalega mikið að jólaskrauti niður í rúmfattalaganum en þá erum við komin á næst besta staðinn, eða betri staðinn, það er IKEA. Tjekkum á því hvort það sé til eitthvað jólaskraut. Hvað? Baltasar. Nú byrja leikurinn að labba á eftir Baltasar og meðan Anita er að hafa það kósí. Þetta er sjónvarp. Það er að fá svona sjónvarp í herbergið þitt. Sjáðu jólatré. Segjum að, já, þetta er kannski ástæðan fyrir að ég vil fá jólatré heim. Anita einmitt heldur að þetta sé það sem er að fara að gera. Baltasar. Ég er í IKEA og það er ekki eins og ég þurfa að púsla þessu saman aftur. Sko, sjáu þið samt hvað hann finnst þetta gaman. Já, þú ert bara búið. Back to basics. Wanna take you back to basics. Back to basics. I wanna take you back to basics now. Back to basics. Wanna take you back to basics. Þetta skipuleggja upp á nýtt. Back to basics. I wanna take you back to basics. Kickstand, food, order, shelter. Food, order, and shelter. Food, order, shelter. Food, order, and shelter. Love. Shelter, love. Það sem maður þarf alltaf að gera í IKEA er að þetta rúm, flest allir ætti að vita hvað rúmið er. Þetta er skylda að hlaupa og eyðileggja það, hlæja og fara. Circling round in infinity, take me back to basics. Back to basics. Back to basics. I wanna take you back. Kickstand, food, water, shelter, love. I need food, water, shelter, love.
þarf bara að skilja þetta svona. Messing around in this place as we smoke green, knowing that our situation and a generation. Þá erum við komin áttur inn í bíl. Við munum kveðja þennan yndisfagra dag. En svona lítur basically út að vera með Baltasar í IKEA. Þú þarft eiginlega að vera í íþróttagalla og sleppa því að fara í ræktina út af því að þetta nógu mikil hreyfing og hlaup á þessu dreng. Klukkan að þetta er 9, þannig að hann nú dauðreittur og drífa okkur heim og já. Þá erum við bara komin heim. Þurfum að fara að svæfa þennan litla kall. Þannig ég ætla bara að enda þetta í dag, bara takk aðeinslega fyrir áhorfið. Sjáumst vonandi á morgun. Gjaldilega. Sjáumst vonandi á morgun, takk aðeinslega fyrir mig, njótum lífsins. Bye bye.